Í þessu myndbandi sýni ég hvernig mögulegt að flytja matskvarða inn í Canvas. Margir kennarar eiga matskvarðana sína í Excel og þá felst tímasparnaður í að flytja þá inn í Canvas í stað þess að þurfa að byggja matskvarða upp á nýtt frá grunni. Ég smelli hér á matskvarða í valmyndinni. Hér heldur Canvas utanum alla matskvarða sem eru notaður í námskeiðinu, hvort sem í verkefni, umræðu eða prófi, og hér getur kennari byggt upp nýja matskvarða sem hann hyggst nota. Nemendur hafa ekki aðgang að þessum tengli í valmyndinni og sjá eingöngu matskvarða í tengslum við verkefni. Þessi hnappur Import Rubric venjulega ekki til staðar í Canvas og ég kynni hér smá tricks til að bæta honum við. Það gert í gegnum ákveðna viðbót sem sett upp í vafran. Það þarf að byrja á að opna Canvas Community vefinn þar sem upplýsingarnar þetta eru. Slóðin þessi community.canvaslms.com. Ég slæ inn í leitina Importing Rubric from a Spreadsheet og það kemur strax upp grein með sama titli. Hér hægt að kynna sér nánari upplýsingar þetta, til dæmis hvernig matskvarðin þarf að vera uppbyggður í Excel, þannig að Canvas taki við honum og fleira. Ég fer reyndar aðeins í það á eftir. Þið getið dundað eitthvað að lesa þessar upplýsingar eða viljið, en til að flýta fyrir þá ætla ég eingöngu að sýna nauðsynlega atriði. Það þarf að finna upplýsingar á síðunni uppsetningu á þessari viðbót og ég nota Ctrl F til að finna og slæ inn Installation. Og hér kemur það. Greinilega eru hér aðeins 2 atriði sem þarf að gera. Setja upp Tampermonkey í vafran og setja upp Rubric Importer. Og það minnst hér á vafran. Ég nota Chrome og sennilega betra að nota ekki Safari. Það hefur borið á vandamálum í Canvas þegar fólk nota þann vafra. Ég byrja á að smetla á Tampermonkey og þá opnast þessi síða. Og ég smelli á Download, Add to Chrome og Add Extension. Og þá viðbótin komin inn í vafran og ég fæ hér skilaboð að þetta hafi tekist. Ég fer aftur á upplýsingasíðuna og smelli nú á Rubric Importer. Hér smelli ég á Install. Þessi viðbót hleður sér inn. Nú ætla ég yfir í Canvas og sannreyna hvort þessi hnappur Import Rubric komin inn á matskvarða síðuna. Það þarf væntanlega að endurhlaða síðuna og vitimenn, hér birtist hnappurinn. Nú komið að því að prófa að flytja inn matskvarða. Hér ég með matskvarða í Excel. Ég nota matskvarða sem ég fann á vef kennslumiðstöðvar hópverkefni í stærðfræði. Hér koma fram atriðin sem á að meta. Í þessu tilfelli matkvarðinn settur upp í töflu og skilgreint nákvæmlega hvað verkefni þarf að uppfylla til að fá til dæmis fullt hús stiga fyrir vandamál skilgreint. Í öðrum tilfellum gæti matskvarðinn verið einfaldari, til dæmis listi af atriðum og hámarksfjöldi stiga fyrir aftan. Stigafjöldi fyrir atriði þarf að koma fram í sérdálki eins og sést hér. Matskvarðinn þarf að byrja í hámarksstigafjölda og enda síðan í 0 lengst til hægri. Þetta í rauninni megin atriði eins og Canvas geti tekið við matskvarðanum. Það þarf að velja atriðin sem á að flytja inn í Canvas og afrita. Það óþarf að taka með fyrirsagnirnar hér fyrir ofan. Ég fer yfir í Canvas og smelli á Import Rubric. Gef matskvarðanum eitthvað lýsandi titil. Lími svo inn það sem ég afritaði í Excel, í reitin hér fyrir neðan og smelli á Create. Og hér má sjá matskvarðan, hér hann tilbúinn til notkunar í næsta verkefni. En meira það ekki að sinni. Takk fyrir.